undir lok þess sem við fórum yfir CSS þá tókum við okkur smá detour og lærðum tæki og tól og síðan Git. En CSS hefur, og það bara var ákvörðun tekin það, að það ekki með föll og það ekki með einhverjar flóknari reikniaðgerðir. En eftir því sem að fólk hefur verið að skrifa CSS núna í mörg ár, þá búið að myndast svona einhver hópar sem að búa til svona tæki og tól sem að koma með föll og flóknar aðgerðir. Og til dæmis að geta skilgreint breytur fyrir liti og stærðir og nesting, að geta skrifað reglublokkir innan í reglublokkum og svo framvegis. Geta verið með ídranir og svona alls konar hluti sem að gera þetta svona aðeins meira næs að vinna með CSS. Og við skoðum SAS sérstaklega og það hefur marga þýðendur í mörgum umhverfum og notar þessa SCSS endingu í staðinn fyrir CSS. En til þess að síðan að búa til verkefni sem nýtir SAS og önnur tól, þá notum við NPM sem pakkastjóri fyrir JavaScript og leyfir okkur að setja upp og sækja og nota alls konar tól sem byggð með JavaScript. Og NPM fylgir með Node.js, þannig að við sóttum það og setjum upp. Og þá getum við í raun nýtt okkur hérna pakkastjóra til þess að sjálfvirkni væða það að setja upp, stilla og fjarlægja hugbúnað. Þannig að þá getum við gert npm install, node sas og önnur tól og þá fáum við í raun allt sem þarf til þess að keyra þau tól. Og þá hjálpar það líka til að við að vinna verkefni saman og þá þarf bara einn að sjá það að setja upp tólin og aðrir þurfa bara að keyra install og þá bara allt komið og allt ætti að virka. Og síðan getum við notað aðra leiðir til þess að búa bara til eina skipun til þess að keyra upp allt það sem við þurfum til þess að komast á stað við það að forrita. Og við setjum líka browsersync sem tól sem leyfir okkur að keyra vefþjón á okkar vél sem hefur kosti umfram það að vera að nota file-protokollin og endurhlýður síðu sjálfkrafa ef við stillum það á að fylgjast með HTML-skjalinn okkar eða CSS-skjalinn okkar eða JavaScript-skjalinn okkar og leyfir okkur þá að vera í raun fljótar að bregðast við eða við gerum breytingu og við sjáum strax hvað breytist. Og við getum bæði sett þessi tól upp almennt bara á vélunum okkar og notuð fyrir okkur eða innifalið þau í verkefnunum okkar og þá þurfum við að skilgreina dependencyin sem við erum með og þá það þetta að við erum með package.json sem lýsir verkefnunum okkar, lýsir nákvæmlega hvaða hugbúnað við erum að nota, hvaða útgáfu af honum við erum að nota og safna síðan saman einhverjum svona lýsigögnum verkefnið okkar og einhverjum skriftum. Node SAS þýðandinn sem við notum fyrir SAS og hann skrifaður fyrir Node.js, hann í grunninn skrifaður í C og ef það einn pakki sem ég hef lent í mjög miklu vandræði með í gegnum tíðina þá það Node SAS en það hefur enginn tekið á sig að búa til, skrifa JavaScript útgáfu af SAS þýðenda. Þið getið kannski reyndið fyrir ykkur hérna, þeir eru búin að taka þýðendur. En þá fáum við svona CLI forrit, svona CLI, Command Line Interface forrit, sem leyfir okkur að þýða í raun bara one-off eitthvað SAS yfir í eitthvað CSS. En við síðan höfum sett það upp alltaf þannig að við erum í raun að fylgjast með skjárnum og þýða jafnóðum og við vistum eitthvað. Og síðan settum við upp style-lint sem linti fyrir CSS og SAS og ég gaf ykkur upp ykkur reglu sem við fylgjum sem í raun tryggja það að SAS-ið okkar og CSS okkar lítur svona sirka bát eins út og það í raun hægt að fara mjög langt með það skilgreina þannig að það líti bara alltaf eins út sem gífurlegur kostur þegar maður að vinna í verkefnum eins og það sem ég að vinna þá í raun öll verkefni líta nákvæmlega eins út. Ég get farið inn í hvaða verkefni sem og ég get verið byrjað að forrita á undir 10 mínútum sem rosalega stór kostur. Ég þarf ekki að fara að spyrja ykkur hérna, hey, hvernig var þetta, hvað að setja upp til að keyra þetta. Það bara allt eins, það allt keyrt eins upp, það bara æðislegt. Þá þýðir að maður aldrei að lenda í einhverjum svona bölluðum uppsetningavandræðum sem leiðilegustu vandræðin. Og þegar við erum að vinna svona í verkefnum þá náttúrulega mjög mikilvægt að hafa einhverja leið til þess að deila hugbúnaðinum og verkefnum sem að vinna í og til þess notum við version control.
og þá erum við að geyma einhverjar útgáfur af þeim skrám sem við erum að vinna með. Það leyfir okkur að treysta því að við höfum eitthvað traust að vinnan okkar örugg. Svo lengi sem við erum búin að temja okkur þessi vinnubrögð, að skrifa okkur forrit, klára okkur verkefni og færa vinnan okkar inn í source control, þá erum við ekki að fara að lenda í því að tölvan okkar klikkar eða eitthvað og við missum einhverja vinnu. Við erum bara með þetta solid, þetta bara þarna og þetta bara í góðu. Og við getum farið fram og tilbaka í tíma sem leyfir okkur að gera tilraunir á miklu ódýrari hátt. Ef við erum núna búin að nota Git svolítið og við erum ekki farin að nota branches, þá eru branches mjög góða leiðir til þess til dæmis. Eitthvað dettur í hug, þetta væri geðveikt góð hugmynd. Þá þurfum við ekki að taka afrit af öllu og geyma það þarna því þið getur brotið það. Þið getur bara búið til nýtt branch, fikta, komast að þetta er eitthvað drasl og bara hendi. Það er ein skipun og þau eru komin á nákvæmlega sama stað áður en þau byrjuðu. Og já, tilraunir, annars að skemma allt, mjög gott. En Distributed Version Control er í raun þegar við erum með miðlæga geymslu á einhverju tölvu út í heimi, en við erum líka með klienta sem að hafa í raun öll gögnin sem þarf til þess að vinna með verkefnið. Þannig að við erum með þessi repo og við geymum þau á vélina okkar og einhvers staðar annars staðar. Og dæmið þetta eru Git og Mercurial. Og í raun ef eitthvað fer úr skeiðis þá getum við alltaf halda áfram að vinna þegar við erum með öll gögnin á okkar vél líka. Þannig að þó að við missum net eða einhver vefþjónn fer úr eða dettur út af, þá í raun virkar þetta allt áfram. Og þá er þetta að við erum í raun með alla klientana hérna, með alla útgáfu og við erum með einhvern server, jafnvel fleiri en eitt server sem eru líka með útgáfunar. En repo eða repository er þessi geymsla sem við erum að geyma allt í. Og þetta er það sem við tölum oftast við erum með eitthvað Git repo. En Git er Distributed Version Control sem geymir skrá og stöðuverkefni sem snapshot af skjölunum á hverjum tímapunkti. Og ef eitthvað hefur ekki breyst, þá er það ekki geymt. Það er bara búin til vísun í fyrri útgáfu og virkar líkt á skráarkerfi. Og ég var bara að sjá greinum það að núna er hérna GitHub og Microsoft að fara í samstarfsverkefni það að búa til actual skráarkerfi sem byggir á Git. Það notar þessa hugmynd til þess að búa til bara skráarkerfi fyrir tölvur yfir höfuð, sem er mjög áhugavert. Þá erum við með eitthvað svona, við erum með hérna file A, það er hérna breyting á því, þá kemur útgáfa 1 og hún er ekki breytist hér, ekki í þessari útgáfu, hún breytist hér. Þannig að þetta hérna er í raun vísun í fyrra skjal og svo framvegis. Þannig að þetta er í raun bæði geymir allar útgáfur og er efficient með það hvernig það er geymt. Og Git er staðbundið, þannig að við erum með í raun client hjá okkur líka, með repo hjá okkur sem gerir allar aðgerðir mjög hraðar og við getum unnið á nets. Og Git byggir líka á heilleika, sem því að við erum með checksumur á öllum committunum okkar og við vitum nákvæmlega hvaða útgáfa kom hvaðan með því að rekja þessi checkin eftir checksumunum. Og það er mjög erfitt að lenda í því að tapa gögnum með Git. Nefnum við séum að gera eitthvað sem við ættum ekki verið að gera, force eitthvað svona. En það er í raun eitthvað sem maður alltaf eitthvað sem er að vera að passa sig á. Það eru 3 stöður og skrá með Git. Við getum verið búin að committa skrám, sem því að þær eru geymdar í repóinu. Við getum verið búin að breyta skrá sem er til í repóinu, en við erum ekki búin að committa því. Og við getum verið búin að stagea, búin að breyta og merkja hana hún eigi að fara inn í repóið næst þegar við committum. Og svo erum við með þessi 3 svæði. Við erum með þessi Git directoryið sem er local repóið okkar. Við erum með staging area sem er í raun þessar skrá sem er búin að merkja sem staged. Og svo erum við með working directory sem er í raun checkout af ákveðinni útgáfu úr Git. Við getum verið með útgáfuna sem við erum bara að vinna í núna. Við getum með útgáfuna sem við vorum að vinna í gær eða eitthvað sem við vorum að checka inn fyrir ári síðan og þá getum við raun checkað út þessar versionir. Git commit færir allt úr staged svæðinu yfir í committed svæðið og þá gefum við upp eitthvað commit message sem segir til hvað breyttist. Síðan þegar við förum í raun að vinna þetta út frá tölvun okkar, út frá okkar local repo út í eitthvað annað, þá förum við að vinna með remotes sem segir til mér hvar eru önnur repositories sem eru með afrita okkar af þessu repoi og þá er það þessi remote repos
sem einhvers staðar annars staðar. Getur verið öðrum staðar á tölvunni okkar, annars staðar á internetinu og já. Og við getum sendt breytingarnar úr okkar repói yfir í remote repóin og þá erum við að pússa og þá erum við annarkvæmt að pússa upstream eða downstream og þá notum við þessa git push aðgerð og svo þegar við erum að sækja breytingar sem einhverjir aðrir hafa gert þá getum við notað git pull sem keyrir sér git fetch sem sækir frá þessum remote repositories allar breytingar og keyrir sér git merge sem eru sameinar breytingarnar á milli útgáfna. Síðan GitHub sem er stærsti hýsingaræðali á þessum Git repóum og við höfum notað það og er í raun mjög mörg verkefni þar, bæði open source og ekki og er í raun afskaplega næs hugbúnaður og tól. Git er frábært, það ekki? Ekki selt. En ok, JavaScript, nú spýt ég enn frekar í. Það er túlkaskiptumál byggt á prótótípum með dýnamískar, veika típur, fyrsta flokks föll, stuðning við hlutbundna, gildinga og fallaforritun. Þetta ætti núna make sense fyrir ykkur, þessi setning. En ECMAScript er í raun útgáfan, spekkurinn sem að JavaScript er byggt á og þær hafa verið nokkrar útgáfunar. Við skoðum fyrst 5. útgáfu og síðan skoðum við 7. útgáfu. Java og JavaScript er ólíkt og þá er það aðalega ólíkt að það er túlkað en ekki þýtt og það hefur dýnamískt típukerfi sem því að gildin hafa típu en ekki breytunar. Og breytunar í JavaScript geta verið string, number, boolean, undefined, function eða object. Strengir, við skilgreinum þá innan úrfellingakommu eða gæsalappa. Við erum með tölur og það er aðeins ein típa fyrir tölur í JavaScript sem er number og það er annarkvort heiltölur eða rauntölur. Og það notast 64 bita til þess að geyma og það er í raun getur valdið ónákvæmni í brotum. Svo ef við erum að fara að vinna með einhver gildi út á þessu dýnamíska típukerfi þá getum við lent í að fá nan sem gildi sem er not a number sem er þegar við reynum að framkvæma einhvern reikning sem að í raun verður til þess að útkoman er ekki tala. Svo erum við með boolean sem er true og false og við erum með 2 virkja fyrir jöfnuð og 2 fyrir ójöfnuð og það er út af að við erum með veikar típur og þetta type coercion eða svona hvernig þeim er kastað þessum gildum og þannig komumst við fram hjá típu í keyslutíma og fáum öruggar típur og við höfum síðan truthy og falsy gildi sem við erum með einhver gildi sem eru ekki beint boolean gildi en haga sér eins og slík út af því hvernig type coercion og þessi virkar. Þannig að hlutum er kastað yfir í boolean gildi þegar við biðjum að þau séu trýtuð eins og boolean gildi. Og svo getum við notað og eða operatoruna til að valda skamhlaupi til að skila seinasta gildi sem var skoðað. Og við höfum undefined sem er gildi á breytum sem ekki hafa verið skilgreindar, gildi á eigindum hluta sem ekki hafa skilgreindir og null sem er þá vísvitandi fjarvera gildis. Og við getum fengið null reference villur ef við biðjum það að einhver típa sem einhver breyta sem inniheldur null, við segjum breyta.length, þá fáum við null reference því að hún inniheldur null. Eða þannig uncaught type error. Semikomman í JavaScript er ekki krafist og ef við skiljum hann eftir þá er hann automatic semicolon insertion sem séum að setja hann inn sem getur valdið vandræðum. Við skilgreinum breytur í ECMAScript 5 með var og getum aukalega að gefa gildi. Við höfum aðgang að flæðistýringum og lykkjum sem eru kunnulegar úr Java og þá if og switch og for, while og do while. Síðan höfum við object sem við getum búið til með bracket notation til að búa til sem við búum til með curly brackets sem er mjög ólíkur þeim hlutum sem við höfum séð í Java og við getum notað dot notation eða bracket notation til að komast inn í hlutinu og ná í gögnunúrunum og við getum búið til array með brackets og þeir eru indexaðir frá 0. Við höfum föll
sem eru blokkir á kóða sem geta haft nafn, við getum líka haft nafnlaus föll og við notum þetta til að skipuleika kóðan okkar, draga úr endurtekningu, við getum sendt inn færibreytur eða ekki og við getum skilað einhverju eða ekki og ef við skiljum ekki neinu þá fáum við undefined og föll geta verið gildi út af því hvernig típukerfið sem mjög skemmtilegt. Síðan erum við með scope og þá erum við alveg með lexical scope fyrir hvert fall. Fyrir teilum að við skilgreinum breytu inn í falli þá er hún aðgengileg inn í fallinu og global scope sem er það sem er fyrir utan föllin. Og nafnlaus föll eða anonymous föll getum við skilgreint. Við getum bundið nafnlaust við breytur með því að segja bara var foo jafnt og function eitthvað, þá er það ónefnt fall. Við getum líka skilgreint þau strax, við getum skilgreint þau án nafns og keyrt þau strax með þessi if-í föllum, immediately evoked function og þá notum við til dæmis að búa til svona module pattern sem við notum. Þegar við sendum færibreytur eða argument eða parametra inn í föll þá eru primitive gildi sem eru strengur eða tölur eða boolean, þau eru by value, þannig að það er tekið afrit, en objects eru passed by reference. Þannig að ef við sendum inn array þá erum við ekki að senda afrit, þetta er vísun í upprunalega arrayið. Við getum unnið einingar með module patterninu og það hjálpar okkur aftur við að skipta upp forritinu okkar og skipuleggja og það svona hjálpar okkur við að stýra flækjustíginu sem getur verið mjög mikilvægt í forritun og það getur samt verið erfitt og það tekur tíma að læra að skrifa góð forritunarskil. Hérna if-í föll, strict mode, þetta var skilgreind í JavaScript 5, leið til þess að búa til setja strangari kröfur á kóðan, en við skoðum líka ESLint til þess að linta kóðan okkar til þess að fá hann í raun bæði losna við villur sem getur komið upp og til þess að fá í raun bara kóða sem lítur svipað út. HTML og JavaScript, við getum notað script elementin til þess að sækja script skjal sem er þá JavaScript skjal beint inn í vefinn okkar eða við getum skilgreint innan í script blokkinni en við getum líka skilgreint með on hérna á einhverjum ákveðnum elementum en við viljum forðast það. Svo er DOM-ið, það er það sem við notum til þess að nota JavaScript til þess að breyta vefvjónum okkar og gera eitthvað við þeim og window er í raun glugginn inn í DOM-tréð þannig að við komumst úr JavaScript inn í DOM-ið með því að fara gegnum window og við fáum aðgang að HTML rótinni í gegnum document síðan sem er til á window og við getum ferðast þetta DOM þegar hver nóða hefur vísanir í foreldri og börn og systkini, við getum notað lykkjur, við getum notað for til þess að komast gegnum öll börn í DOM-inu eða einhverja endurkvæmni eða við notum oftast bara einhverja leið til þess að finna element og þá hafa document og element föll sem að leyfa okkur að leita að öðrum elementum og þá erum við get elements by element eða elements by föllin, get elements by tag name, get element by ID en aðalega viljum við nota query selector og query selector all sem leyfir okkur að nota CSS selectora til þess að velja element og gífurlega kraftmikið og gott. Og query selector leitar að fyrsta elementi sem passar eftir dýft og query selector all finnur öll element sem passa. Svo getum við breytt DOM-trénu með því að nota þau föll sem í boði eins og remove child, append child, insert before og svo framvegis til þess að bæta einhverju við og breyta trénu og við getum búið til element með document create element og átt við það og síðan hintað á viðeigandi staði í trénu og þannig búið til einhverju nýtt. JavaScript og CSS, við getum líka komist í stílana með því að nota .style sem er eigindi á elementum og við getum gert eitthvað við það, við getum bókstaflega breytt stílunum eða við getum notað í raun klasslist til þess að breyta því hvaða klass eru skilgreind á elementunum og nota það til þess að breyta því hvernig það lítur út. Síðan þegar við erum í raun að búa til forrit sem bregðast við einhverjum atburðum, hvort sem það er eitthvað sem að vafrinn gerir eða notandinn sem er að nota forritið okkar, þá þurfum við að skilgreina hvernig við ætlum að bregðast við. Þá erum við að nota þessi events og
þá getum við fylgst með þessum vafra-eventum eða notenda-eventum með því að setja add-event listener á ákveðna hluti, hvort sem það er ákveðin element eða allt dokumentið í heild og fengið að vita þegar eitthvað gerist. Og þær eru síðan meðhöndlaðir eftir því í hvaða röð þeir eru skilgreindir í first in, first out röð og aðeins ein meðhöndlun á sér stað í einu og ef ekkert gerist þá flýtur atburðurinn upp tréð og lendir í því að það er forminu submittað, linkurinn eltur og svona framvegis. Og við höfum notað leiðir til þess að koma í veg fyrir þetta. Og það gerum við gegnum upplýsingar atburðum sem við fáum í færibreyti inn í fallið. Þá er þetta oftast kallað þá getum við átt við það hvernig atburðurinn heldur áfram. Svo getum við notað timeouts og intervals til þess að búa til svona klukkur í forritunum okkar, til þess að láta eitthvað gerast eftir ákveðin tíma, hvort sem það er endurtekið eða ekki. Villimeðhöndlun getum við gert, villimeðhöndlun í HTML og CSS er mjög ólík því sem í JavaScript, af því að ein villa í JavaScriptinu veldur því bara allt brotnar og ekkert virkar og það er svona aðeins, þannig að við þurfum að passa okkur enn betur þegar við erum að skrifa JavaScript en með hitt, sem getur verið kostur og galli. Og unobtrusive JavaScript er í þetta að passa upp á það að þó að það eitthvað gerist þess að JavaScript keyri okkar, þá getum við ennþá skoða vefinn. Og það er margir vefir í dag sem bara hreinlega virka ekki ef eitthvað gerist við JavaScript-keistina einhvers staðar á leiðinni. Og svo actual villumeðhöndlun með try og catch. Við getum kastað og gripið villur innbyggðar á okkar eigin. Regular expressions, við getum búið til svona reglulega segðir til þess að ná einhverjum hlutstrengjum út úr stærri strengjum og gert alls konar vitleysu. Við getum unnið með dagsetningar, í gegnum date hlutin. Svo eru svona flóknari fallapælingar eins og að skilgreina föll inn í föllum og skilgreina lokanir, þar sem við erum með föll inn í föllum sem síðan keyra á einhverjum öðrum tímapunkti eins og þegar einhver ítir að taka eða eitthvað svoleiðis og þá er búið að loka utan það umhverfi sem var til staðar. Og hoisting, það eru vandræði sem við getum lent í þegar við erum með skilgreinum breytur inn í föllum, þá er þeim skilgreiningunum ítt efst í skópið og þetta getur valdið leiðindaböggum. Við erum með JSON sem er JavaScript Object Notation, gagnaformat búið til út frá því hvernig hlutir í JavaScript virka og er í raun mjög mikið notað í dag í svona öllum almennum API-um. Við skoðum til dæmis hvernig APIs.is gefa okkur aðgang að nokkrum svona fyrir íslensk gagnasöfn. Ajax er þetta hugtak þegar við erum að sækja gögn frá einhverjum stað, þá yfirleitt með JSON, þá við byrjum var aðalega með XML. Við sækjum þau ósamfasa, asynchronously og aftur fáum einhvern atburð sem keyrir þegar það er búið að sækja gögnin eða eitthvað klikkaði við það að sækja gögnin og þá bregðumst við og breytum síðanum okkar. Og þá notum við XML HTTP request sem er gömul og góð tækni og þá getum við sótt efni yfir HTTP. Síðan skoðum við aðeins hvernig this haga sér, öðruvísi í JavaScriptinu í öðrum málum og hvernig þetta this skilgreinist að því hvernig það er kallað í hlutin, hvað það gildi er sett sem og við getum sett það ákveðið með apply og call á föllum eða við getum notað bind til þess að binda this fyrir ákveðin föll og þá til þess hvernig við ætlum að bundið fall sem á að keyra þegar það er ýtt á okkur takka eða þegar það er verið að sækja ykkur gögn. Svo getum við búið til hluti og búið til svona erfðir með því að bæta föllum við hluti og notað smiði og new lykilorðið. Þá búum við til this gildi, þá fáum við tilbaka this gildi sem er hluturinn sem við erum að búa til og við getum notað þá prototypu inheritanceið sem er í JavaScript til þess að fá í raun aukalega önnur föll, hvort sem það er frá öðrum hlutum eða bara frá object. Og það hvernig við finnum þessi eigindi eða föll er síðan bundið við það hvernig við leitum í þessari prototypu keðju.
Svo höfum við instance of sem leyfir okkur að skoða og athuga hvort að ákveðið gildi af ákveðin hlutur sé tilvik af einhverjum öðrum hlut. Ruglingslegt og skemmtilegt. ECMAScript 2015 eða ECMAScript 6 er þess að næsta útgáfan sem er í raun það sem þið munum líklegast ef þið farið að vinna meira með JavaScript eingöngu skrifa í og er miklu skemmtilega en útgáfa 5 og það er komin mjög mikill stuðningur en það er samt við þurfum ennþá að nota svona transpælera til þess að þýða milli forritunarmáluna, milli útgáfna af forritunarmálinu og við skoðum sérstaklega Babel til þess að gera það og settum upp það tól og bildferli til þess að geta nota það. Aðal svona breytingin sem að þegar maður er að skrifa dagsdaglega er það að við erum með let og const sem eru nýja leiðir til þess að skilgreina var og þá notum við aðalega mér finnst best að nota aðalega const en ef við notum let þá sleppum við þetta hosting vandamál. Svo erum við með template literals sem leyfir okkur að breyta því hvernig við concatum strengi eða hvernig við saminum strengi. Við erum með fat arrow syntax til þess að skilgreina föll og fleira. Þannig að það er margt hægt að nota í þessari nýju útgáfu af JavaScript. Síðan skoðum við aðeins þarna fetch sem er ný leið til þess að eiga samskipti, svona Ajax samskipti sem að nota promises og promises er í raun svona flóknari leið til þess að hjúpa þessa virkni sem er í raun á sér stað ólínulega einhvern tímann í framtíðinni. Þannig að við erum búin til eitthvað promise-gildi sem við sendum inn á milli og skilgreiðum svo hvað við gerum þegar þetta promise er uppfyllt. Svo skoðum við aðeins svona APIs sem að vafrarnir eru að bjóða okkur upp á, sem er local storage og síðan hérna undir lokin skoðum við fallaforritun og jQuery. HTTP, það er þetta glue hérna milli bakendans og framendans. Það var búið til af Tim Berners-Lee ásamt öllu hinu sem þegar var að búið til vefinn. Og þetta er request response model. Því að við búum til request og fáum tilbaka response. Og request er einhver ákveðin skilgreining, svo fáum við eitthvað response tilbaka. Og við setjum þess að hausa. Við segja til í raun hvernig requestið og responsið er. Svo lýsigögn fyrir það. Svo erum við með URI sem segir okkur til hvert við erum að sækja einhvern ákveðin hlut. Svo hefur við þessar aðgerðir, HTTP aðferðir, get, head og post. Get og post það sem við notum aðalega til þess að í formunum okkar til dæmis. Svo fáum við tilbaka einhverja stöðukóða þegar við erum að gera einhver request og þau geta verið komið tilbaka á þessa hérna flokka á þessa hérna hátt. Gekk, einhver áframsending, einhver villa hjá okkur sem client eða einhver villa hjá serverinn. Alright. Þetta var upprifun. Geggjað stöf. En hvort ef við taka 10 mínútna pásu, taka svo upprifun og svo aðstoð eða bara keyra í gegn. Pásu, tökum pásu.